Góðan daginn! Ég heiti Þóra Kristín og ég ætla að kynna fyrir ykkur sjúkraþjálfunarfræði. Ég er 4. ársnemi og ég er líka formaður Virtus, félagsnema í sjúkraþjálfun. Aðeins dagskrá fundarins, við ætlum að fara bara hratt yfir viðfangsefni námsins og samsetninguna og inntökuskilyrði og aðeins varðandi lokaverkefni og svo hvað gerist að námi loknu. Ef þið eru búin að sitja lengi núna við tölvuna, endilega standið á fætur og réttið hans úr ykkur og tegið úr ykkur meðan þið hlustið. En nám í sjúkraþjálfun tekur 5 ár, allt saman. Og þetta er krefjandi og góðir atvinnumöguleikar að námi loknu. Til þess að fá starfsleyfi sem sjúkraþjálfari þá þarftu að hafa lokið mastersnámi í sjúkraþjálfun. Námið samanstendur bæði af verklegu og fræðilegu sem er bóklegt í skólastofum og sem klínískt nám á starfsvettvangi. Og þetta undirbýr þig til þess að verða sjúkraþjálfari sem er fjölbreytt starf sem miðar að því að bæta hreyfigetu, færni og heilsu fólks á öllum aldri. Og kennararnir í þessu námi, þeir eru margir og þeir eru eiginlega sérfræðingar á sínu sviði og í hverjum áfanga og hverjum tíma sem er kenndur, þá er kennarinn þar, hann er eiginlega sérfræðingur í akkurat því. Þannig að maður fær góða kennslu. Kennarar eru líka stundar rannsóknir, þar sem nemendur geta fengið að taka þátt. En námið samanstendur af BS sem er 180 einingar og tekur 3 ár. Og síðan þarf maður að taka auka mastersgráðu sem eru 120 einingar og tekur 2 ár. Öll námskeiðin í BS-náminu eru skyldunámskeið en það kemur eitthvað smá val á 4. ári og ég setti inn bara til gamans lista yfir áfangana sem eru fyrstu 3 árin. Og þarna sjáum við fyrsta árið er mikil líffærafræði og lífeðlisfræði. Það er bara grunnurinn að sjúkraþjálfun. Annað árið þá förum við meira inn í hreyfivísindi, notum það sem við erum búin að læra, köfum dýpra og 3. árið þá förum við mest í sjúkraþjálfunarfræðina og það er bara ennþá dýpra í það sem við kunnum. Og það er fyrsta klíníska námið og það heldur síðan áfram á 4. og 5. ári, það sem er meira klínískt nám út af starfsvettvangi. En til þess að komast inn í sjúkraþjálfun, þá þarf maður að vera með íslenskt stúdentspróf eða sambærilegt og maður þarf að fara í inntökupróf. Þetta inntökupróf er það sama og fyrir læknisfræðina og er inntökupróf læknadeildar sem að sjúkraþjálfun fellur undir. Næsta inntökupróf er 10. og 11. júní næstkomandi og það eru efstu 35 sem komast inn í námið. Mér langar bara að segja, ef þið eru að pæla í að taka þetta inntökupróf, bara kýlið á það, ekki vera hrædd við þetta, maður verður bara að prófa. Og það skiptir ekki máli, ég fæ oft spurningar varðandi svona hvort maður þurfa að koma af náttúrufræðibraut, en það er ekki málið, maður þarf bara að vera með grunn í hinu og þessu. Og ég kom sjálf af félagsfræðibraut, þannig að það skiptir ekki öllu máli. Í náminu eru lokaverkefni. Og þar eru 2 verkefni, eitt sem maður gerir í BS-náminu og eitt sem maður gerir í mastersnáminu. Það sem er í BS-náminu er 5 einingar og lokaafurðin af því er bara svona stórt veggspjald og ágrip og heimildalisti. Og masters lokaafurðin, hún er ritgerð eftir að hafa framkvæmt rannsókn og það er aðeins stærri eða 30 einingar. Ég setti hérna inn til gamans myndir frá mínu BS-verkefni. Þarna var ég að mæla vöðvavirkni, hvaða vöðvar eru virkir við fiðluleik og hversu mikið og hverjar eru hreyfingar, upphandleggs og axlar. Og á myndinni til vinstri, þetta er ég með öll tæki og tól sem að mæla þetta. Af því að við erum með svolítið flotta rannsóknarstofu inni í svona kennslustofu sem er rannsóknarstofa sem er með myndavélar og þær nema þessa ljósu punkta sem ég er með þarna á mér og færa það yfir í tölvutækt form og búa til þrívíddar mynd sem er bara beinagrind að spila á fiðlu. Og það sést þarna á hægri myndinni, þarna er fiðluleikarinn okkar með myndavélarnar fyrir framan sig
og tölvan sem sýnir hana rauðu punktana og það eru handleggirnir hennar. En það góða við þessi verkefni er að maður getur valið alveg sjálfur hvað maður vill rannsaka. Ef þú brennur fyrir einhverju og langar að kafa dýpra eða læra eitthvað meira, þá færðu að koma með þína tillögu og farðu að gera þitt eigið verkefni. En hvað geturðu gert að námi loknu þegar þú ert komið með orðin sjúkraþjálfari? Það margt í boði og þetta er svona eina ástæðan fyrir því að ég valdi líka sjúkraþjálfari. Þetta er svo fjölbreytt starf, maður getur skipt á milli, maður getur verið kannski í 50% hér, 50% þar, maður getur ráðið í hvort maður vinnur lítið eða vinnur mikið og þú getur meðal annars unnið á endurhæfingarstofum og sem er til dæmis svona Reykjalundur eða Grensás og þú getur unnið á einkareknum sjúkraþjálfunarstofum sem er bara svona stofa út í bæ sem þið kannski kannist við. Maður getur unnið á spítalum og það er fjölbreytt starf þar, nóg að gera. Öldrunarstofnanir, heimasjúkraþjálfun, íþróttafélög, vinnuvernd, það eru sjúkraþjálfarar á heilsugæslunni, það eru margir komnir á netið núna í sjúkraþjálfun þar og margt fleira, til dæmis forvarnir, heilsuefling og kennsla. En ef þú vilt líka mennta þig frekar, þá er það möguleiki. Þú getur farið í framhaldsnám, bæði hérna á Íslandi við HÍ og í útlöndum. Þar getur annarkvort ákveðið að sérhæfa þig eitthvað meira eða unnið í rannsóknarvinnu og þar getur þú fengið annarkvort diplómu eða mastersgráðu, sem sagt annarkvort aðra mastersgráðu eða bæta við þig og eða doktorsgráðu sem er bara svona mesta sem þú getur fengið. En aðeins skólan og félagslífið. Ég er mjög stolt af félagslífinu okkar. Það er ekki mér að þakka, það er búið að vera þannig í mörg ár og eins og sést bara hérna á myndunum, það er góður mórall alltaf og ef þið viljið skoða eitthvað frekar hvað við erum að gera, þá mæli ég með að þið kíkið á Instagramið okkar sem er bara @sjular. Einnig ef þið viljið vita meira nám í sjúkraþjálfun, þá megið hafa sambandi í þetta símanúmer eða á physiotherapy@hi.is, getið sendt póst þangað. Stapi er byggingin okkar. Þetta er háskólabyggingin, þar sem kennsla fer fram og þar sem skrifstofan er til staðar og það má alltaf kíkja í heimsókn. Einnig mæli ég með að kíkja bara inn á hi.is/sjúkraþjálfunarfræði. Þar er hægt að finna nánar áfangana og lýsingu á þeim og meiri lýsingu á náminu. Líka physio.hi.is. Ég var með Instagrami hjá sviðsráði HVFS sem er heilbrigðisvísindasvið og þar voru margar spurningar frá nemendum, framhaldsskólanemendum til dæmis, inntökuprófið og tips fyrir það. Þannig að ef þið viljið vita meira inntökuprófið, kíkið á það. Annars þakka ég bara fyrir mig og við sjáumst í Stapa.